Við erum að fara á Þorskanett úr Reykjavíkurhöfn með Sindra R46 og það verður nú ekki farið langt því að ferðinni heitið upp í Kollafjörð. Hér siglum við út úr hafnarkjaftinum og það tekur ekki nema 20 mínútur að komast á veiðislóðina. Hér sjáum við þorsklóningar við botninn, þarna 18 faðma dýpi og það byrjað á því að setja út netin og lagðar 3 trossur, síðan farið í hinn endan og byrjað að draga strax. Það frekar lítið í þessum enda en hann ekki búinn að liggja nema kannski hálftíma 3 korter en það fer vaxandi íferðin og fiskafjöldin eftir því sem að lengra kemur í trossunum því að það er búið að liggja lengur. Það eru 6 net í hverju trossu. Það eru samtals 18 net sem voru lögð þarna í þetta skipti. Hér sjáum við hvernig svilinn sprautast úr fiskinu þannig að rigningi stendur sem hæst. Hér eru netin greidd niður í lestina, það er vél sem að gera það og það er alveg merkilegt að sjá hvað þetta vinnur veg allt saman. Nei, heyrðu það ekki. Nú er farið að þéttast verulega í netinu. Mikill afli, merkilega mikill eftir svona stuttan tíma þó. Hann er ekki döðalegur. Nei. Hann fór. Það er gott að hafa það stuttar. Já, ég veit það. Ég veit það. Jæja. Fiskurinn er blókaður strax og hann verður hvítur alveg eins og línufiskur. Þá komið tími til að gera að og fara að stíma í land. Og hér nálgast Reykjavík. Við sjáum
höfnina á mót okkur. Þá er þetta að fara að landa og eftir löndun er fiskurinn settur í ísvatn og móti vera þar í 2 sólarhringa áður en hann er flaggaður og þá er þetta einhvern besta hráefni sem að völ er á. Náttúr þessari ferð lokið. Þakka fyrir túrinn.